Þá það annað dagskrárliður, öldrunarheimili Akureyrar dagþjálfun, bæjarfulltrúi Sigríður Huld tekur til máls. Hér semst tekið fyrir að nýju mál sem að bæjarstjórn frestaði afgreiðslu á síðasta fundi sínum. Að ræða 5. liði fundargerð velferðarráðs frá því 15. nóvember síðastliðnum, þar sem kynntar voru tillögur og breytingum á reglum dagþjálfun. Velferðarráð samþykkti þær tillögur og vísaði afgreiðslu til bæjarstjórnar. Ástæða fyrir því að við frestuðum þessu hérna á síðasta fundi bæjarstjórnar var svo að það kom fyrirspurn vegna breytingu á orðalagi í reglunum sem snúa að þjónustu til annarra íbúa en þeirra sem búa hér á Akureyri. Í 1. grein í reglunum kemur fram og hefur alltaf staðið að dagþjálfun ætluð öldruðum sem eiga lögheimili á Akureyri og búa í heimahúsum. Annars vegar almenn rými að ræða sem ætluð öldruðum. Það sem sagt ný skilgreining að segja að hún sé ætluð öldruðum, því að áður var inni að var að ræða 67 ára og eldri, og hins vegar að ræða sértæk rými sem ætluð einstaklingum með greindan heilabilunnarsjúkdóm. Eins og kemur fram í 1. greini reglunum að þetta ætlað einstaklingum sem eiga lögheimili á Akureyri, og með því það svo sem að útiloka að önnur sveitarfélög eða íbúar í öðrum sveitarfélögum sé að nýta sér plássin. Eyjafjarðarsveit með samning við Akureyrarbæ 1 pláss og það hefur verið síðan 2008, en ÖA sér sem sagt rekstur á þessu eina plássi fyrir hönd Eyjafjarðarsveitar. Ef Eyjafjarðarsveit ekki að nýta þetta pláss, þá hafa önnur sveitarfélög geta nýtt sér það. Þannig hefur það nú verið að önnur sveitarfélagi kringum Akureyri hafa ekki séð ástæðu til þess að sækja rýmið, sem dagþjálfunarrými til velferðarráðuneytis, og oftast hefur verið full nýting frá Eyjafjarðarsveit, en í augnablikinu það þannig að það einstaklingur þar úr öðru sveitarfélagi. En að öðru leyti í reglunum almenna orðalagsbreytingar sem vegna stjórnsýslubreytinga. Og þetta sem sagt lagt hér fram til afgreiðslu í bæjarstjórn, og ég mæli með því að þessar reglur verði samþykktar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur hvart sér ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þessi geta samþykkt eins og gefið merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.